Var það ekki embættis lýsing? Jó, það verið. Halló? Bú. Ég held að heyrist bara ekki neitt. Halló? Gott kvöld, kæri nemendur. Og velkomin á Rauðkál 2026. Hér á eftir munu frambjóðendur fara í öfugri embættisröð eftir stafrófsröð og flytja fyrir ykkur ræður til að minna á að allir hér í salnum athyglin ykkar á að vera á ræðunum þetta gengur bara svona hvert og eitt embætti frambjóðendur fær að flytja ræðu og svo eftir hvert og eitt, þú veist, segjum að við hafa markaðsformaður búinn að flytja ræðuna sína og allir sem að bjóða sig fram í það embætti og eftir á getið þið í salnum spurt spurningar og frambjóðandi getur svarað og bara kolli. Og svo í lokin þegar allar ræður eru búnar þá getur hver og einn komið upp í pontu, þið bara ekki þurfa að rétta upp hönd og verið með meðmæli og mælt með frambjóðendum bara þegar ræður eru búnar. En já, ég ætla bara að bjóða við og markaðsformann upp í pontu og þeim sem að bjóða sig fram í markaðsformann þau fá að sitja hérna í stólunum og bíða smá. Góða kvöldið, gleðilegt Rauðkál. Nú ætla ég að fá að lesa fyrir einhver texta og hefst lestur. Vef og markaðsformaður. Yfir vef og markaðsnefnd skal vera einn formaður sem á sæti í félagsstjórn. Hann ábyrgðar- og umsjónarmaður vefsíðu, tæknimála og markaðsmála Mímis. Formaðurinn skal skipa sér í 2 manna nefnd sem skal vera hún til hals traust og skal sú nefnd vinna í nánu starfi við ritnefnd, vef- og markaðsnefnd og skal ritnefnd innan handar við útgáfu Mímisbrunns skólablað Mímis. Vef og markaðsformaður skal sjá útgáfu nemendafélagsskírteina. Formaður nefndarinnar á sæti í kynningarnefnd skólans. Vef- og markaðsnefnd skal sjá að senda fréttatilkynningar á vegum skólans og formaðurinn skal sjá myndatöku á öllum helstu viðburðum Mímis og undir vef- og markaðsnefnd einnig starfandi ljósmyndaklúbbur. Takk fyrir. Ég ætla að fá að bjóða Ami upp í pontu. Gjörðu svo vel. Góða kvöldi, kæri emmelingar. Ég heiti Amelía Sigurðardóttir en flestir þekkja mig örugglega sem Ami og ég að bjóða mig fram í embætti vef- og markaðsformaður. Þá það bara beint í aðalmálið. Af hverju ættu þið að kjósa mig sem ykkar vef- og markaðsformann? Fyrst og fremst ég mjög ákveðin manneskja
og þegar ég segist ætla að gera eitthvað þá stend ég alltaf við orðin mín. Ég er líka mjög metnaðarfull og hef rosa mikið metnað fyrir þessu starfi sérstaklega. Að taka myndir er eitt af stærstu áhugamálunum mínum og ég meira að segja með sér Instagram síðu sem er bara fyrir myndir sem ég hef tekið. Ég er mjög flink með tækni, tölvur og neti bara yfir höfuð og ef það er einhver sem ég kann ekki þá tekið það á mig 100% að læra það og er ég mjög fljót í að læra nýja hluti. Ég er með smá svona portfóljó eða myndasafn og heimasíðu sem ég bjó til sérstaklega fyrir þetta framboð til að sýna ykkur fyrst og fremst að ég mun standa mig mjög vel í starfi og ég veit hvað ég er að gera. Þegar ég var nýnemi í þessum skóla þá var ég sjókvíðin og hrædd að koma í nýjan skóla, hitta fullt af nýju fólki, bara með nýjum kennurum, allt þetta, svo mikið nýtt. En ég man bara einmitt þegar ég sá stjórn Mímis taka á móti öllum nýnemunum með bros á vör, þá vissi ég að þetta væri skólinn fyrir mig. Og mér langar svo mikið að vera ein af þeim mörgum sem tekur á móti nýjum nemendum með opnum örmum og biðja þau velkomin í besta skólann á landinu. Ég myndi alltaf gera mitt besta að taka myndir af öllum og passa að þið eru alltaf með geggjaðar flotta myndir sem eru þess virði að eiga fyrir alla góðu minningarnar frá þessum frábæra skóla og jafnvel til að posta Instagram. Ég vil líka ykkur líði þægilega að koma til mín og spyrja um myndir og spyrja um hjálp með hvað sem er, en ég ætla líka að passa að þið þurfið ekki að koma upp með mér og spyrja um myndir, að ég ætla alltaf að vera dugleg að taka þær. Já, því ég veit að maður gleymir sér stundum í skemmtunni og gleymir að pósa. Ég hef líka reynsluna í þetta starf og hef oft tekið myndir fyrir utan skólan á viðburðum. Mér finnst bara svo gaman að taka myndir af ykkur öllum og ég þóra að veðja að það er alveg nokkur hérna inni sem eru með myndir á Instagraminu sínu sem ég tók. Ef ég myndi fá að taka við sér starfi þá myndi ég setja mitt allt í það og þið geti alltaf treyst á það að þið myndi fá 100% frá mér. Að vera í þessu embætti og líka bara að fá að vera partur af stjórninni er algjör draumur og það væri svo mikill heiður að fá að halda áfram með öll æðislegu störfin sem Abba er búin að gera og fá að taka myndir af öllu fallega fólkinu sem ég sé hér. Ég veit að staðallinn er mjög hár og þetta starf getur verið mjög krefjandi og mun vera örugglega mjög erfitt, en ég er tilbúin að gera allt sem ég get til að ná mínum markmiðum og vera manneskjan sem að þið treystið fyrir þessu starfi og eru stolt að kalla ykkar VO markaðsformann. Takk fyrir. Kærlega fyrir Ami. Er einhverja spurningar fyrir hana Ami? Nei, endilega. Já? Já, myndirðu virka kvikmyndastuði? Má Aron spyrja? Má ég spyrja? Aron má ekki spyrja. Já. Ætlar að virkja kvikmyndaklúbbi? Já, það er eitthvað sem ég langar mjög mikið að gera af því, já, það hljómar bara ógeðslega gaman og ef einhver aðrir hafa áhuga á að taka myndir þá endilega, mér langar mér að gera það. Já, ég var búin að kannski gleyma við stjórna ég helst ekki að spyrja. Ég veit ekki alveg, það var bara einhver regla. Já, ég veit ekki. En Anna, einhverja fleiri spurningar? Ok, takk fyrir og takk fyrir Ami. Næst ætla ég að bjóða Elinu, ritnefndarformann upp í pontu. Ritnefndarformaður. Yfir ritnefnd skal vera einn formaður sem á sæti í félagsstjórn. Formaður ritnefndar er ritstjóri Mímisbrunns. Ritstjóri skal sjá til þess að valið sé í 4 manna ritnefnd. Sorry, það er byrjuð upp á nýtt. Nei. Heyrðu þið? Heyrðu það? Ok. Ritstjóri skal jafnan varðveita 10 eintök af hverju skólablaði sem... Nei, ég ætla að byrja upp á nýtt, sorry. Ritnefndarformaður. Yfir ritnefnd skal vera einn formaður sem á sæti í félagsstjórn. Formaður ritnefndar er ritstjóri Mímisbrunns.
Ritstjóri skal sjá til þess að valið sé í 4 manna ritnefnd sem starfi með honum. Ritnefnd skal gera nýnemum kleift að kynna sér lög nemendafélagsins í byrjun hvers skólaárs. Ritstjóri skal jafnan varðveita 10 eintök af hverju skólablaði sem út hefur komið. Einnig skal hann sjá að bókasafn skólans fái jafnan 5 eintök af blaðinu. Ritnefndaformaður skal einnig sjá að hanna og rita önnur blöð félagsins. Hinna ritnefndarinnar starfandi bókmenntaklúbbur og myndlistaklúbbur. Ritnefndin skal vera vef- og markaðsfulltrúi innan handar við útgáfu fréttatilkynninga. Takk. Gott kvöld, kæru samnemendur, fráfarandi stjórn og vinir. Metta heiti ég og í öðrum bekk á náttúruvísindabraut og ég að bjóða mig fram til embættis ritnefndaformanns. Það að sinna stjórnarstörfum nemendafélagsins Mímis hefur verið mér hugleikið síðan ég hóf nám hér á Laugavatni. Og eins og Ami nefndi þá man ég líka rosa vel eftir fyrstu vikunni hérna sem nýnemi og hvað stjórnin tók rosa vel á móti okkur og maður fann svona hvaða skipti mann miklu máli. Þau kynntu okkur fyrir skólanum og undirbjuggu okkur fyrir komu eldri nemenda. Og ég leit alveg mikið upp til þeirra og hugsaði með mér að ég vildi geta verið svona sjálf, vera til staðar fyrir nýnema og jafnvel ná að skila smá gleði og öryggi með sama hætti og þau gerðu fyrir mig. Á síðasta stjórnarskipta tímabili ákvað ég samt að sitja hjá. Ekki að ég hafði ekki áhuga, heldur mér fannst ég ekki alveg tilbúin í þetta. Ég vildi fyrst kynna skólanum, fólkinu, menningunni og stemningunni. Núna ég hins vegar tilbúin í slaginn og ábyrgðina sem fylgir því að vera í stjórn. Ég býð mig fram sem ritnefndaformaður vegna þess að ég hef ótrúlega gaman að skrifum, hugmyndavinnu og ég skapandi manneskja. Ég hef alltaf haft gaman að því að skrifa smásögur, yrkja ljóð og bara setja hlutina skemmtilega fram. Ég hef reynslu á því að vera í nemendaráði í grunnskóla, ég er bekkjarformaður og ég í ritnefnd Mímis. Ég vil leggja metnað í starfið og þau verkefni sem því fylgir. Halda í hefðirnar sem gera embættið að því sem það er, en á sama tíma auðvitað vera opinn fyrir alls konar hugmyndum og breytingum. Mímisbrunnur verkefni sem mér ofarlega í huga og sem meðlimur ritnefndarinnar ég búin að fá ágætis innsýn í það verkefni og hvað það snýst Og ég rosa til í að halda áfram með þá hefð sem var nýlega að vakna eftir nokkur ára hvíld. Mímingar mér líka mjög mikilvægir og það alltaf jafn gaman að fletta í gömlu mímingum til að rifja upp góðar stundir með góðum vinum. Og því væri það sannur heiður að fá að vera svo sem skapar þá. Ég vona bara að ég fá að treysta ykkur til að taka þetta hlutverk að mér. Takk hérlega fyrir. Kærlega fyrir Metta. Eru einhverjar spurningar? Ekki þú, Anna. Já? Hvað getur skrifað mörg orð á mínútu? Ég hef ekki ennþá reynt á það, en ég ætla að pröfa eftir gærkvöldið af því það voru svolítið margir að spyrja. En ég get bara komist að því og deilt í með ykkur ef að fólk hefur áhuga. Fleiri spurningar? Já. Ætlar hún að virka bókaklúbbinn? Ég reyndar rosa spennt fyrir þeirri hugmynd og hef alveg talað við nokkra og það heyrist líka alveg margir hérna að vera spenntir fyrir því. Þannig ég held að það væri rosa gaman. Svona, heyri að það var margir áhuga á því að lesa og deila þeirri skoðunum bækur og svona og ég hef það líka, þannig að ég væri til í það, já. Já, fleiri spurningar? Nei, þá býð ég Hjördísi Köllu tómstundaformanni upp í pontu. Og þeir sem eru að bjóða sig fram í tómstundaformann fá að sitja hér.
Lágóða kvöldið. Ég tómstundaformaður og tómstundaformaður skal, reglur hans. Smá fyndið, þessi regla númer 6. Shit sko. Yfir tómstundanefnd skal vera einn formaður sem á sæti í félagsstjórn. Tómstundanefnd skal virkja sem flestar tómstundayfjur, setja upp keppnir og mót tengdar því og sjá til að spil og skákútbúnaður mýmis sé nothæfur og til staðar. Tómstundaformaður umsjónarmaður Gettu betur og Morfísliðsins. Hann einnig verndari N-stofu og skal hann sjá til þess að aldrei skorti þar áhöld til tómstundaiðkunar. Innan tómstundanefndar starfandi Kásan og Ýmir. Hann umsjónarmaður hljóðfæra, hljóðkerfis og soundbox mýmis. Hann skal sjá til þess að skallinn, dittinn og Cleo séu haldin einu sinni á hverju tímabili. Takk. Nú fáum við að heyra ræðu Arnórs Karlssonar. Góða kvöldið. Ég Arnór og ég ætla að bjóða mig fram í tómstundaformanninn, eins og þið vitið. Mig langar að byrja á því að tala klubbana og hvað ég ætla að gera með þá. Fyrst langar mig að gera kássuna miklu virkari. Þar að segja, mig langar að hafa spilakvöld svona aðra hverja viku á minnstakosti. Auðvitað þá fer það bara allt eftir stemmingunni hjá ykkur. Ég hef fengið beiðni Poker Night nokkru sinnum og ég mun náttúrulega bara leyfa það. Já, mig langar líka að setja D&D aftur í kássuna og ég hef DM sem að myndi starfa á næstu önn. Ég hef ekki neitt fyrir þessa önn, svo ef einhver myndi hafa áhuga á því, endilega bara tala við mig. Og já, síðan það tónlistarklúbburinn. Ég frétti að sá klúbbur hittist í eitthvað 2 mánuði eða svo og enduðu með því að spila á þemaballi á síðasta ári. Mér langar að gera það aftur og kannski að gera eitthvað aðeins meira. Til dæmis ef að okkur gengur nógu vel og nógu mikill metnaður, sem ég hef auðvitað engar áhyggjur af, þá gæti verið að ég reyna að redda okkur giggi. Næst langar mig að tala hugmyndir nýjan viðburð sem myndi vera ekkert það ólíkur diddanum. Það myndi vera spunakeppni. Þar sem að 3-5 einstaklingar myndu fara upp á svið og leika í bara random aðstæðum. Mér finnst þetta gæti verið alveg skemmtilegur og fyndinn viðburður sem flestir myndu hafa gaman af. Og auðvitað ef þau vilja þá væri ég ekkert á móti ef að árshátíðarformenn myndu kannski hjálpa mér aðeins með það. Síðan sem tómstundaformaður þá myndi ég líka stjórna fyrirpartíum. Þeir myndu vera mestu leyti eins og áður. Ég hef ekki beint nein plön en ég algjörlega opinn fyrir hugmyndum svo endilega bara hafið samband. Mér hefur langað að gera eitthvað með N-stofuna. Ég veit bara ekki nákvæmlega hvað. Kannski mun ég setja eitthvað fleiri sófa eða eitthvað svoleiðis. Ég samt ekki alveg viss það. Mér líður eins og það gæti eyðilagt þriðbekkjarsófa hefðun okkar. En ég veit ekki alveg, að sjá til. Kannski mun ég setja fleiri hljóðfæri. Mér langar til dæmis að setja trommurnar upp. Og ég veit ekkert hversu lengi það mun vera, en sjá bara til. Ég hef haft hugmyndina að setja sjónvarpanga inn. Sú hugmynd eiginlega bara farin alveg út gluggann af því við höfum þennan fínasta skjávarpa inn í fyrirlestrasal. Ég veit heldur ekkert hvort Pálmi var sérstaklega ánægður fyrir því. Allt getur gerst. Það samt eitt sem ég langar alls ekki að gera með N-stofuna og það að læsa henni. Þannig að sem tómstundaformaður þá ætti ég að hafa lykla sem að N-stofunni og ég á að geta læst henni hvenær sem er. Mér langar alls ekki að gera það. Bara það allra síðasta sem ég geri. Já. En annars þá langar mig að láta ykkur gefa mér hugmyndir. Til dæmis ef þið viljið mála eitthvað á vegginn eða eitthvað inn í N-stofu. Þannig að það er náttúrulega fínasta listaverk á veggnum þar og ég væri alls ekkert á móti að fá eitthvað fleiri ef að listaklúbburinn myndi vilja setja eitthvað þangað upp. Og já. Síðan smávegis auka atriði með framboðið mitt. Þá ætla ég að raka hárið mitt ef ég verð kosinn. Eitthvað sem kom ekki fram á plakatinu er hvernig ég ætla að raka mig. Ég ætla að splitta niður miðjuna og raka helminginn. Ég ætla að leyfa Ómari að raka mig. Já. Ég hef ekkert meira að segja. Takk fyrir mig.
Stefán Gunngeir upp í pontu. Komiði sæl og blessuð elsku samnemendur, flottu meðframbjóðendur og fráfarandi stjórn. Ég heiti Stefán Gunngeir Stefánsson og er trommari og blómastrákur úr Ölfusinu. Ég er að bjóða mig fram í embætti tómstundaformanns. Ástæðan fyrir ég býð mig aftur fram er svo að mér finnst allt sem tengist embættinu mjög spennandi, en það hefur mikinn áhuga að leggja mitt af mörkum í að gera félagslífið hér í okkar frábæra skóla enn betra. Ég vona að þið séu sammála mér í því að tómstundir og félagslíf er ekki síður mikilvægt í menntaskóla og námið því maður er jú manns gaman. Ég hef töluverða reynslu af félagsstörfum. Ég var formaður nemendaráðs í grunnskóla sem fór meðal annars í að skipuleggja ýmsa viðburði innan skólans og utan hans. Þá hef ég einnig tekið þátt í ýmsum verkefnum á vegum Samfés. Það er gaman að segja frá því að ég fekk verðlaun fyrir störf að félagsmálum þegar ég útskrifaðist úr grunnskóla. Síðustu ár hef ég einnig staðið fyrir góðgerðartónleikum og fleiri viðburðum með rokkurunum í hljómsveitinni minni Sliss. Tómstundir eru alls konar og fjölbreyttar. Þráttur að hausinn á mér sé stútfullur af hugmyndum er ég þeirrar skoðunar að tómstundaformaður eigi fyrst og fremst að vinna út frá óskum nemenda og hlusta á það sem nemendur vilja gera. Ef ég fæ traust ykkar þá myndi ég vilja bjóða upp á marga litla og fjölbreytta viðburði í enstöðu sem henta sem flestum í skólanum. Ég sem tónlistarmaður vil efla tónlistarlífið hér enn frekar með því að bjóða upp á tónlistarmiðaða viðburði. Ef þið munið eftir framboðum mín í fyrra, sem ég vil nú helst ekki mikið ræða án þess að fella tár, þá var eitt af kosningaloforðum mínum að halda hljómsveitakeppni, eða svona Battle of the Bands, því ég er enn á því að það gæti orðið sturlað. Ég hef áhuga á því að halda rafíþróttaklúnum í mig og spilaklúnum kásunni virkum, halda LAN-kvöld, spilakvöld, bíókvöld og fleira skemmtilegt. Ef ég næ kjöri þá hef ég líka mikinn áhuga á að halda áfram að styðja við það skemmtilega og gefandi ferli sem Gettu betur keppnin er. Ég hef séð hvað skiptir miklu máli að fá góða þjálfun og hvað það myndar góða stemningu meðal nemenda að taka þátt og styðja skóla sinn áfram. Ég mun, ef ég fæ ykkar atkvæði, að sjálfsögðu sjá til þess að ennstofa sé full af afþreyingu, lífi og gleði enda líti á hana eins og sætan hvolp sem þarf mikla ástúð, athygli og umhyggju. Þótt ég líti stundum út eins og ég sé algjör steik, þá er ég samviskusamur og metnaðarfullur og stend við það sem ég hef lofað. Ég tel mig auðvelt með samskipti og að vinna með öðrum. Þið getið treyst því að ég mun leggja mig vel fram bæði dag og nótt til að reyna að gleðja ykkur með skemmtilegum tómstundum og viðburðum. Ég tel mig því fullhæfan í þetta embætti og verði ég kjörinn mun ég leggja alla mína lífs og sálar krafta í starfið og takast á við verkefnum sem fylgjast því að vera stjórnarmeðlimur með bros á vör. Ég bið ykkur því að setja X við Gunngeir. Takk fyrir mig. Takk fyrir, Arnór og Gunngeir. Eru einhverjar spurningar fyrir þá? Já? Arnór, viltu koma og svara? Það svo sem skiptir mig ekki það miklu máli, bara ef einhver vill sérstaklega dæma þá má sá aðili endilega bara tala við mig. Já. Ef þú vilt svara líka á móti þá. Já. Það er einhver spurning á Arnór. Já. Eða getur frekar fengið Hawk or Rider? Já. Yes! Eru fleiri spurningar? Já. Spurning fyrir Gunngeir. Já. Ætlar hann að læsa ennstofu?
Ef ég yrði kjörinn þá vona ég að það yrði ekki þörf á því að þurfa að læsa ennstofu, en ef það koma upp einhverjir atburðir eða það verði brotið kjöða eða einhver slík agabrot, þá yrði kannski möguleiki á að það þyrfti að loka ennstofu, en það er ekki planið að loka henni. Takk fyrir þetta, strákar. Eru fleiri spurningar? Nei, þá býð ég... Ok, já. Fyrir báða. Já. Viljið þið setja upp píluspjald? Arnór byrjar. Ég var enda búinn að skrifa það niður í ræðunni. Ég algjörlega glemdi. Mig langar að setja það upp. Ef það finnst flottur staður þá væri það frábært að geta sett upp píluspjald og hver veit nema Emil myndi finna sinn Luke Littler. Það væri bara frábært. Halda eitthvað skemmtilegt pílumót og svona. Já. Fleiri spurningar? Nei, ok, þá ætla ég að fá að bjóða Fannari og Sigga upp í pontu árshátíðarformunum. Og frambjóðendum með að fá að sitja hérna. Heyrðu, árshátíðarformenn. Yfir árshátíðarnefnd skulu vera 2 formenn sem eiga sæti í félagsstjórn. Árshátíðarnefnd skal sjá undirbúning og framkvæmd árshátíðarskólans sem haldin í mars ár hvert. Já. Leiklistarnefnd heyrir undir árshátíðarnefndina og í sameiningu skulu þær standa fyrir öðrum leiklistar uppákomum á árinu auk árshátíðarleikritsins. Nefndin sér leikhúsferðir. Innan árshátíðarnefndar starfandi dansklúbbur. Takk fyrir. Nei, bara ef ekki að bjóða næst í. Já, Anna, Karen og Guðjón. Já. Góða kvöldi, elsku samnemendur og háttvirta stjórn. Við heitum Anna Karen Bjartar Ívarsdóttir. Og Guðjón Ingi Guðlaugsson. Og erum við að bjóða okkur fram sem árshátíðarformenn. Við viljum byrja því að þakka fráfarandi stjórn fyrir vel unnin störf á liðnu kjörtímabili. Við erum hressir og kátir krakkar og finnst okkur við vera tilvalin í þetta embætti. Við höfum bæði reynslu á nemendaráðum. Anna hefur verið í nemendaráði Reykholtsskóla og hefur einnig verið formaður nemendafélags Reykholtsskóla. Ég hef verið í nemendaráði Hvolsskóla og hefur verið formaður í félagsmiðstöðinni Tvisturinn á Hvolsvelli og í ungmennaráði Rangárþings eystra í dag. Við höfum bæði brennandi áhuga á leiklist og höfum við bæði tekið þátt í ýmsum leiklistaverkum og haft gaman af. Anna hefur tekið þátt í hverju einustu árshátíð í Reykholtsskóla og hefur oft en ekki verið með eitt af aðalhlutverkunum. Síðasta leikrið sem hún tók þátt í var Grís, þar sem hún lék Risó, þar sem hún lög og lék ýmis listir. Hún tók einnig þátt í Skjálftanum á sínum tíma og er hún núna aukaleikari í leikritinu Gauragang hér í ML. Ég tók einnig þátt í stóru leikriti í 9. og 10. bekk. Í 9. bekk setti Hvolsskóli upp Grís sem ég tók þátt í og í 10. bekk settum við upp Stellu í Orli þar sem ég lék Salamón Gustafsson. Og fannst mér það virkilega gaman og góð reynsla. En þegar við settumst niður að skrifa þessa ræðu, vorum við vissum hvað við viljum gera. Ef við komumst í þetta embætti erum við tilbúin að sinna því með okkar allra bestu getu. Við erum með alls kyns hugmyndir af góðu leikriti og góðri árshátíð. Okkur langar að gera þetta að skemmtilegu og viðburðaríku embætti. Búa til hittinga þar sem við getum farið í alls kyns leiklistarleiki og þannig nýtt skólaárið til að undirbúa okkur og samnemendur fyrir leikritið.
Enda er það mjög krefjandi en spennandi verkefni að setja upp leikrit eins og ég komist að núna þegar ég tek þátt í því. Það er skemmtileg reynsla að fá að taka þátt í reynsla sem mun nýtast okkur í embættinu. Við teljum okkur mjög hæf til þess að vinna vel öll þau verkefni sem árshátíðarformenn þurfa að leysa af hendi. Einnig erum við mjög heppin að við eigum bæði systkini sem hafa verið árshátíðarformenn hér í skólanum, sem eru tilbúin að gefa okkur góð ráð og veita okkur betri innsýn í þetta verkefni sem verið framöndan hjá okkur. Að skipuleggja árshátíðina er síðan verkefni sem við erum mjög spennt fyrir. Það snýst ekki bara að leggja á borð og velja dagsetningu. Velvalin skemmtiatriði, fallegar skreytingar og mikil stemming er það sem við munum bjóða ykkur upp á. Þess vegna viljum við biðja ykkur samnefndum með okkar að kjósa rétt og kjósa okkur sem árshátíðarformenn ykkar. Við ætlum að reyna okkar allra besta í þessu embætti og hlökkum til að starfa í þágu ykkar og okkar allra fyrir skólan okkar. Takk fyrir okkur. Margrét Ósk og Sara Nadia. Gjörðu svo vel. Gjörðu svo vel. Góða kvöldi, kæru samnemendur. Ég heiti Sara Nadia. Og ég heiti Margrét Ósk. Og við erum báðar í öðrum bekk og bjóðum okkur fram sem árshátíðarformenn. Við viljum byrja á því að þakka Fannari Óla og Sigurði Emil fyrir ótrúlega flott starf. Við myndum gera okkar allra besta að fylla upp ykkar spor og reyna að gera gott starf enn betra. Við höfum báðar mjög mikinn áhuga á söng og leiklist og erum því báðar í leikritinu í ár og Sara tók líka þátt í fyrra. Við vitum að hlutverk árshátíðarformanna er óboðslega stórt og mjög mikil ábyrgð á tveimur af stærstu viðburðum Mýmis. Þetta er svakaleg vinna sem við erum tilbúnar að gera og gera vel. Við viljum vera árshátíðarformenn því að við vitum að við getum ekki bara haldið sturlaða árshátíð, heldur væri leikritið og allt í kringum það líka geggjað. Við höfum báðar mikla reynslu af bæði stjórnarstörfum og söng og leiklist, þar sem við vorum báðar formenn nemendaráðs í grunnskóla og störfum nú í ungmennaráði. Við höfum báðar tekið þátt í alls konar viðburðum, meðal annars fullt af tónleikum, leikritum eins og Stjörnublík sem var frumsýnt í Borgarleikhúsinu, Gauragangur sem er í vinnslu núna, Djöflajan sem var leikrit í fyrra, The Greatest Showman, Matilda, Grease, Annie og fullt fleira. Að vera í leiklist finnst okkur ótrúlega gefandi og við viljum að ykkur finnst það líka. Við myndum vilja leikrit sem hentar vel og sem flestir kæmust að leikritinu óháð reynslu. Við höfum báðar æft söng lengi og það er eitthvað sem við myndum klárlega vilja taka með okkur inn í leikritið. Við myndum líka vilja hafa dansklúbb og skemmtilegan leiklistaklúbb. Við vitum að leikritið og árshátíðin eru bæði stóri pakkar og mikil skipulagning. En við erum reiðubúnar til að peppa alla sem vilja vera með og halda vel utan hópinn. En það skiptir ótrúlega miklu máli í þessari vinnu. Bæði að halda utan alla sem taka þátt í leikritinu og skipulagið á því, eins og búninga, sviðsmynd, skipulagið fyrir æfingarnar, auglýsingar fyrir leikritið, skipulagið fyrir sýningarnar og allt hitt smáa og stóra sem fylgir því að halda gott leikrit. Árshátíðin er eitt skemmtilegasti og mikilvægasti viðburður ársins í ML að okkar mati. Við myndum því gera okkar allra besta til að gera geggjað árshátíð fyrir ykkur. Markmiðið væri geggjaðir skemmtikraftar og atri, sjúklega flott skraut og ball sem þið muni aldrei gleyma. Vonandi treystu okkur til að vera góðir árshátíðarformenn og takk fyrir okkur. Takk fyrir okkur. Takk fyrir þetta. Er einhverja spurningar fyrir frambjóðendur í árshátíðarformenn? Já? Anna og Guðjón, þeir megin byrja. Við hefum ekkert mikið pælt í hvort hún yrði annars staðar en ef það er rosa mikill áhugi fyrir því þá myndum við alveg skoða það. Ég hef alveg hugsað þetta áður en ég veit ekki hvort það sé mikil hefð að hafa þetta hér. En
Já, það var alveg skemmtilegt að breyta til ef það var einhver áhugi fyrir því. Gaman að skoða. Fleiri spurningar? Nei? Ok. Takk fyrir. Ég býð... Já, með klappa endilega. Ég býð skemmtinefndarformennum upp í pontu, Gunnar og Elmari. Og frambjóðendum með að fá að sitja hérna. Yfir skemmtinefnd skulu vera 2 formenn sem eiga sæti í félagsstjórn. Skemmtinefnd skal sjá dansleiki, kvöldtökur, myndbandasýningar og kvikmyndaferðir. Innan nefndarinnar starfandi kvikmyndaklúbbur. Skemmtinefndarformenn skulu einnig sjá skipulagningu blítt og létt. Vésteinn, þú mátt koma upp. Kæru samnemendur, aðrir frambjóðendur og fráfarandi stjórn. Ég heiti Vésteinn Loftsson og á öðru ári á Náttúruvísindabraut og að gefa kost á mér í embætti skemmtinefndarformanns ásamt Þorsteini Bergmanni Heiðarsyni sem á öðru ári á Félagsvísindabraut. Þar sem Þorsteinn staddur í útlöndum ætla ég að flytja ræðuna fyrir hönd okkar beggja. Við viljum byrja á því að þakka fráfarandi stjórn fyrir afar vel unnin störf og það yrði krefjandi að feta í stóru fótsporin sem fyrrum skemmtinefndarformenn skildu eftir sig. Þegar ég var kjörinn íþróttaformaður var ég ekki lengi að átta mig á því að ég vildi gefa kost á mér aftur. Þá fór ég að velta fyrir mér embættum og fannst skemmtinefndin mjög spennandi. Þá var það bara að finna mig félaga til að vinna með. Þorsteinn frétti það að ég var í leita félaga og var fljótur að gefa kost á sér. Eftir að tala við hann það var það slegið. Við erum mjög góðir vinir og við höldum að þessi samvinna myndi ganga mjög vel. Þorsteinn hefur verið meira en duglegur að spyrja mig hvernig gengur og hvort hann geti ekki hjálpað til þrátt fyrir það að vera skíðaferðalagi. Við erum með ákveðnar stefnur og góðar hugmyndir sem við viljum endilega fá að deila með ykkur. Við viljum til dæmis halda skemmtiferð á þessari önn, þar sem að tími hefur ekki boðið upp á það síðustu 2 ár. Ef við myndum halda skemmtiferð, þá erum við til að gera það áður en 3. bekkur útskrifast, þar sem þau hafa aðeins fengið eina á skólagöngu sinni. Okkur fannst bubbuleikarnir í fyrra alveg frábærir, skemmtileg og sniðug hugmynd til að hrista saman hópinn og góð leið til að halda öllu fólkinu saman yfir alla útileguna. Ef við varum kjörnir, myndum við spyrja fráfarandi skemmtinefndarformenn leyfi á að gera leikana að hefð. Blítt og létt verður örugglega stærsta verkefni sem við myndum taka að okkur og við erum meira en tilbúnir að nýta allan okkar tíma í að gera það að stærsta og flottasta viðburði ársins. Böllin eru auðvitað með stærstu pörtunum á embættinu. Við viljum gera okkar allra besta til að halda góðri stemmingu frá byrjun til enda. Enda erum við stemmingsmenn. Það sem við munum pæla mest í það að allir hafa færi á að skemmta sér og öllum líði vel. Við erum metnaðarfullir, duglegir og skemmtilegir drengir og myndum sinna þessu embætti og hlutverki okkar í stjórn ýmis eins vel og við mögulega getum. Ég vona svo innilega að við höfum náð til ykkar og hvetjum ykkur til að setja X við Þorsteinn og Vésteinn í skemmtinefnd. Takk hérlega fyrir okkur. Takk hérlega fyrir. Er einhverjar spurningar? Nei? Já? Hver ekki Steini heim? Hann kemur heim á laugardaginn. Já? Hvaða hugmyndir eru þið með fyrir skemmtidag? Já. Okkur leist okkur leist mjög vel á seinustu hugmynd og værum alveg til í að framkvæma hana með náttúrulega leyfi þeirra sem fengu hugmyndina. En ef við fáum ekki leyfi fyrir því þá
var líka hugmynd að endurvekja hérna árlegu paintball ferðarþemað og ef það verður ykkur því heldur þá held ég að við erum ekkert lengi að finna upp okkur öðru. Já, sýnist Ingvar var að gefa skinn pílu. Já, það er líka góð hugmynd, já. Fleiri spurningar? Já. Hvað var þessi hugmynd? Þú mátt held ég alveg segja hana. Þú mátt held ég alveg segja hugmyndina. Þetta? Já. Ég hugsa það. Þessi hin hugmynd sem hérna fyrir skemmtilegðarform komið með var hérna næturopnun í Skopp trampolíngarðinum og mér heyrist vera alveg gríðlegur áhugi við því þannig að gæti verið. Já. Já. Eru fleiri spurningar? Nei. Ok, takk fyrir. Næst eru íþróttaformenn fara upp í ponti, Reynir og Vésteinn. Herjá. Íþróttaformenn. Yfir íþróttanefnd skulu vera 2 formenn sem eiga sæti í félagsstjórn. Íþróttanefnd skal leitast við að halda uppi sem fjölbreyttustu íþróttalífi í skólanum. Íþróttaformenn skipuleggja tíma í íþróttahúsi og sjá að þeim sé skipt jafnt niður. Einnig skulu þeir annast íþróttakappleiki, keppnisferðir og hafa eftirlit með notkun og hreinsun íþróttabúninga félagsins. Íþróttaformenn eru einnig bátsmenn og skulu þeir gæta bátanefnda félagsins og sjá að þeir séu ávallt í góðu ásigkomulagi. Takk fyrir. Allan og balti upp í punktu. Góða kvöldi, kæri samnefnendur, stjórn Mímis og aðrir viðstaddir. Ég heiti Alan Hólm Rúnarsson og er á öðru ári á félagsfræði og hugvísindabraut. Góða kvöldi, ég heiti Baltasar Smári Stefánsson og ég er á fyrsta ári á félagsfræði og hugvísindabraut og erum við að bjóða okkur fram saman í embætti íþróttaformanna. Við tveir erum báðir stoltir hverjargerningar og höfum þekkt hvern annan í þó nokkur ár. Ég sjálfur æfi blak og hef gaman eiginlega bara að spila langflestar íþróttir. Ég er einnig að æfa blak og er mikið í körfubolta og alls konar íþróttum til gamans. Það er kannski aðeins að hækka þetta. Já, ástæðan fyrir því að við séum að bjóða okkur fram í þetta embætti er ekki flókin. Það er vegna þess að við höfum báðir gríðarlegan áhuga á íþróttum og að setja í stjórn Mímis. Við erum mjög spennt fyrir því. Okkur finnst íþróttarlífið á Laugarvatni skipta mjög miklu máli og þess vegna viljum við passa upp á það og hafa skemmtilega og fjölbreytta ML-tíma. Okkur langar einnig að vera duglegir að hvetja alla nemendur til þess að mæta og sýna lit. Við viljum gera það með því að skapa bæði þægilega og góða stemmingu svo fólk sé til í að mæta sem allra oftast. Við ætlum bara að halda góðri stemmingu og leyfa jafnvel fólki að joina Spotify Jam og bara halda fólki í góðum gír. Svo ætlum við að leggja áherslu á að öllum sé velkomið þótt og æfir íþrótt eða ekki. Það skiptir nefnilega endur ekki máli hver er bestur eða hver vinnur. Það er bara allir takið þátt og hafi gaman að þessu. Því það er markmið með þessu framboði. Og svo ætlum við að halda þessu öllu fjölbreyttu, svo það er íþróttir alltaf einhver tíma sem hendar öllum vel. Við ætlum að byggja á starfi sem fráfarandi íþróttaformenn hafa gert mjög vel,
en setja okkar eigin svip á það. Okkur langar líka að halda geðveikt tónlistamót næsta vetur sem ætla bæði að vera skemmtilegt og sanngjarnt fyrir alla og ég vil að pæla að fá utanaðkomandi dómara til að dæma hverja grein svo fólk er ekki að stangast jafn mikið á að gerðist núna. Og svo var það líka æðislegt ef við getum fengið fleiri nemendur til að koma að hvetja og mæta á Þórsmótinu. Við ætlum einnig að reyna að halda bekkjamót einu sinni í mánuði og við vonum að fólk verði duglegt að taka þátt og styðja bekkinn sinn áfram í gegnum sætt og súrt. Greinar sem við værum til í að halda til dæmis blak, fótbolti, körfubolti og bæti allir annarri íþrótt við sem hefur ekki verið áður að okkar vitund svo sem frjálsar íþróttir eða rafíþróttir. Við erum gríðarlega spenntir fyrir því að halda upp á ML, Tröllið og Skessuna næstkomandi haust þar sem ML-ingar reyna á styrk sinn og í alls kyns greinum. Við vonum að fá góða þáttöku í því en við erum alls ekki einir í þessu starfi og erum mjög opnir fyrir því að fá tillögur frá nemendum að fá einhverja sérstaka íþrótt í ML-tímum sem þið viljið fá. Ef það er stemning fyrir því, það geta vel verið að það verði að raunveruleika. Það var mælt með því að við myndum ekki gera nein stór loforð en við getum lofað ykkur því að við ætlum að leggja okkur fram og sinna þessu starfi með ábyrgð, metnaði og jákvæðni. Við viljum standa okkur vel fyrir nemendur og skólann okkar. Takk fyrir að hlusta og við vonum að kærlega að þið hafið okkur í huga þegar þið kjósið ykkar næstu íþróttaformið. Takk fyrir okkur. Er einhverjar spurningar? Já. Já. Það er alveg hugsanlega hægt að, hvað segirðu? Já, það var hugsanlega hægt að hafa glímu en ef við fengjum leyfi til þess að fara í nýta gólvöll hjá ykkur staðar inn í Bláskópi eða hérna í nágrenninu þá er það alveg möguleiki eða það er ódýrt. Fleiri spurningar? Nei, heyrðu, ég þakka fyrir en ég ætla að bjóða fólki í hlé núna, svona 5-10 mínútur, minna á ölsölu. 5-10 mínútur? 5-10 mínútur. Og já, sjáumst aftur.
Gott kvöld aftur. Ég ætla að fá að bjóða jafnréttis- og skólaráðsfulltrúum Magga og Aron upp í pontu. Hæ. Jafnréttis- og skólaráðsfulltrúar eru 2 og eiga sæti í félagsstjórn. Þeir skulu gæta hagsmuni félagsmanna á viðkomandi vettvangi. Þeir skulu reglulega gera félagsfundi grein fyrir málefnum sem eru eða kunna að verða tekin fyrir í skólaráði og leita álits fundarins á þeim ef þörf krefur. Skólaráðsfulltrúar eru einnig mötuneytisfulltrúar nemenda. Þeir sjá einnig pöntun á ML-fötum og allt sem því við kemur. Þeir halda utan og bera ábyrgð í jafnréttisstarfi Mímis í samræði við aðra nemendur. Þeir halda á lofti kynna jafnréttisstefnu Mímis, til dæmis á stjórnarfundum og aðalfundi. Þeir eru skyldir til að mæta á fundi jafnréttisnefndar eða láta vita lögmæt forföll. Þeir eru einnig tengilegar á hagsmunafulltrúar nemenda Menntaskólans að Laugarvatni að SÍF, Samband Íslenskra Framhaldsskólanema. Já, við ætlum að bjóða Arnaldi og Þórdísi upp í pontu. Góða kvöldi, kæru samnemendur, aðrir frambjóðendur og fráfarandi stjórn. Arnaldur Ármann heiti ég og í öðrum bekk í náttúruvísindabraut. Og ég heiti Þórdís Ósk Þórðardóttir og á öðru ári á félags- og hugvísindabraut. Og við erum að bjóða okkur fram í embætti jafnréttis- og skólaráðsfulltrúa. Við höfum lengi haft mikinn áhuga á þessu embætti og öllu því sem fylgir. Við höfum mikinn áhuga á jafnréttismálum, félagsstörfum og hönnun og erum við bæði vön að vinna með fólki sem myndi reynast okkur vel í þessu embætti. Við erum afar metnaðarfull og erum tilbúin að setja allan okkar tíma og metnað til að sinna þessu embætti með okkar bestu getu. Okkur þykir óendanlega vænt Menntaskólann á Laugarvatni og félagslífi hér í skólanum. Alveg frá fyrsta degi þegar stjórn Mímis tók á móti okkur á björtum sumardegi höfum við haft áhuga á stjórnarstarfinu og langað að vera partur af stjórninni. Það væri sannur heiður að fá að gefa tilbaka fyrir allar þær minningar sem við höfum upplifað. Þórdís er afar dugleg, skipulögð og metnaðarfull. Hún hefur mikinn áhuga á hönnun, hvort sem það eru föt, neglur eða myndlist. Hún er reynslurík og hefur verið í skólaráði, nemendaráði og er núna í ritnefnd Mímis og Þórdís er traust og æðisleg vinkona. Arnaldur er skipulagður, metnaðarfullur og líflegur drengur. Hann hefur afar mikinn áhuga á jafnréttismálum og er fyrrum stjórnarmeðlimur Yggdrasils. Hann er einnig góður í að rökræða og hefur mikla sköpunarhæfileika. Eins og þið vitið öll þá er skólavarningurinn stór partur af þessu embætti og finnst okkur það að vera gríðarlega spennandi verkefni sem við vorum spennt fyrir að taka að okkur. Við erum með alls konar hugmyndir eins og til dæmis náttbuxur og ýmislegt fleira. Einnig myndum við hlusta á hugmyndir nemenda og taka þær að okkur og leyfa þeim að vera með okkur í þessum pælingum. Við erum afar heppin með mötuneyti hér, en það er alltaf pláss fyrir breytingar og bætingar. Okkur langar að koma betur á móts við þarfir nemenda með óþol og ofnæmi og þeirra sem hafa tileinkað sér ákveðið mataræði, til dæmis vegan og grænmetisæta. Og mögulega bæta ykkur skemmtilegu við eins og neskvika í kaffitíma. Okkur er annt næringu nemenda og viljum að allir ganga út, saddir og sælir úr mötuneytinu. Trausti er okkur afar mikilvægur og myndum við halda áfram að nota hann eins og hefur verið gert. Við viljum að allir hafi rödd og það sé öruggur staður fyrir nemendur að tjá sig og leita hjálpar. Við erum svo sannarlega tilbúin að vera trúnaðmenn ykkar allra. Svo er það saumaklúbburinn. Okkar markmið er að halda honum virkum og hafa hugulegt kvöld saman að prjóna, hekla eða hvað sem fólki dettur í hug og spjallum allt milli himins og jarðar. Það má ekki gleyma að Mímir á SOS barn, hann Tamba, sem við fáum að fylgjast með og veita stuðning. Þetta er líklega seinasta árið sem við fáum að hafa hann og hjálpa honum og þá langar okkur að gera eitthvað skemmtilegt áður en hann verður 18 ára og flýgur úr hreiðrinu. Draumurinn væri að fá hann jafnvel í heimsókn til okkar. En ekki lengra viljum við hafa þetta. Takk kærlega fyrir okkur og setja X við Arnald og Þórdísi. Takk fyrir.
Við viljum bjóða Krissa og Valgeir upp á pontu. Gott kvöld, fallega og þrælskemmtilega fólk, Menntaskólans á Laugarvatni. Ég heiti Valgeir Örn Ágústsson. Ég heiti Kristján Hildur Gunnarsson. Og við erum að bjóða okkur fram í embætti jafnréttis og skólaráðsfulltrúa. Við höfum mikinn áhuga á því að vera í stjórn og við vitum að þetta er krefjandi embætti. En við getum sko sagt að við munum standa okkur vel og vanda okkur í þessu embætti. Við tveir eigum mjög gott með það að vinna saman og eigum frábæra vináttu og tengingu gagnvart hvorum öðrum. Ég og Valgeir kynntust í byrjun haustannar og getum sagt að við náðum strax vel saman. Við höfum báðir reynslu að vera í stjórn þar sem við vorum báðir í nemendaráði grunnskóla og erum núverandi raddforminn fyrsta bekkjar í KSML. Ég og Valgeir erum báðir metnaðarfullir, faglegir, skipulagðir og jafn stórir. Markmið okkar í þessu embætti er fyrst og fremst að hlusta á nemendur, skoðanir og vilja þeirra skólamál og jafnréttismál. Það sem okkur finnst að skipta miklu máli og við teljum það vera mikilvægast í þessu embætti. Við höfum einnig hugmyndir hluti sem við teljum geta gert í þessu starfi, til dæmis efla samstarf við Yggdrasil, mæta fundi og fræðast enn meira hinsegin. Við höfum báðir auðvelt með að tala við fólk og meðtaka skoðanir þeirra og taka mark á þeim saman hvað. Svo erum við báðir tveir félagslyndir og höfum góða tengingar við nemendur skólans, svo ætlum við líka að passa upp á hann alveg geggjan ML-varning þar sem við eigum margar skemmtilegar hugmyndir fyrir því og höfum báðir sterkt ímyndunarafl. Við Kristján getum sagt ykkur að þið getið haft fullt traust gagnvart okkur og alltaf tala við okkur í trúnaði og líka sett miða í trausta og við munum alltaf veita ykkur fullan trúnað í starfi okkar sem jafnréttis- og skólaráðsfulltrúar. Þegar kemur að mötuneyti skólans höfum við okkar skoðanir, til dæmis að hafa alltaf lýsi í boði í morgunkaffi og alltaf einhvers konar prótein í matnum og líka vegankosti. Okkur finnst mjög mikilvægt að nemendur skólans séu vel nærðir og við erum áhugasamir mötuneyti og tilbúnir að koma fram skoðunum ykkar á því. Við tveir erum með bein í nefinu og erum tilbúnir að standa á bak við skoðanir ykkar nemenda ef við teljum þær vera skólanum og nemendum í haginn. Við erum óhræddir við það að stangast á við stjórnendur skólans við málefni sem okkur eða ykkur er annt um. Við erum mjög spenntir fyrir þessu embætti eins og við höfum sagt áður og ætlum að sinna þessu starfi á okkar allra besta getu. Við viljum sýna áreiðanleika, vinnusemi og traust. Við gerum okkur fulla grein fyrir því að þetta embætti er krefjandi en ætlum að sinna því með fullum alvara. Við erum ákveðnir að gera vel og þið mun ekki sjá eftir því ef við kjósa okkur í stjórn. Takk fyrir að hlusta, takk fyrir okkur og endilega íhugið að setja X við Kristján og Valgeir í jafnréttis- og skólaráðsfulltrúa. Er einhverja spurningar? Ó, ég tar það. Já, ok. Nei, engar spurningar? Já, einhver? Hvað er karýrhægjast Kristján? Ha? Skildir þú þetta? Ég skil. Ok, þeim að koma spil. Mér minnir að það var 43 stig. Það var í 8. bekk. Mun það nýtast þér í starfinu? Heldur betur. Ég hins vegar er með 0 stig karýrhæð og er stoltur af því. Fleiri spurningar? Nei? Ok, þá þakka ég fyrir og ég býð gjaldkera upp í pontu. Sæla? Já, afsakið ég er á gjaldkeri.
Hvar er þetta í lögunum? Já. Núhæslestur. Gjaldkeri skal sjá allar fjárreiður félagsins og færa yfir þær nákvæmt bókhald. Gjaldkeri skal sjá innheimtu félagsgjalda og annast allar greiðslur, bæði vegna félagsstjórnar og einstakra nefnda félagsins, eftir fyrirmælum félagsfundar. Hann skal að minnsta kosti færa sjóðsreikning sundurliðan fyrir einstakar nefndir, rekstursreikning og fylgjast með því að nefndarformenn haldi eignaskrá. Auk þess skal gjaldkeri halda eignaskrá yfir þær eignir sem ekki flokkast undir neina nefndir. Eignaskrá skal fara yfir minnst 2 á reikningsárinu, þegar skóla lýkur á vorin og fyrir aðfund. Öllu því er félaginu kantað áskotnast, veitir gjaldkeri viðtöku og ber honum að gera félagsstjórn grein fyrir slíku. Gjaldkeri skal skila og gera grein fyrir uppgerðum og endurskoðuðum reikning ásamt skrá sinni yfir eignir félagsins á aðalfundi. Gjaldkeri hefur heimild til að fela skólameistara vörslu á bókhaldi félagsins og sjóði meðan skólinn starfar ekki. Fjármál heyra undir gjaldkera, ekki má stofna til hvaða á hendur félaginu án samþykkis stallara, félagsstjórnar eða félagsfundar. Í forföllum stallara og varastallara gegnir gjaldkeri störfum þeirra beggja. Ég býð Helgu upp í pontu. Góða kvöldið, kæri samnemendur, fráfarandi stjórn og aðrir frambjóðendur. Ég heiti Helga Dögg Ólafsdóttir og er í öðrum bekk á náttúru- og vísindabraut. Ég býð mig fram til embættis gjaldkera. Mér finnst þetta mjög áhugavert og spennandi starf og treysti mér fullkomlega til að leysa það vel að hendi. Ég hef mikla reynslu af félagsstörfum. Í grunnskóla var ég formaður nemendaráðs í 10. bekk og í skólaráði í 3 ár. Einnig er ég í ungmennaráði Rangaþings eystra og hef verið þar síðastliðin 3 ár. Ég geri mig grein fyrir því að vera gjaldkeri Mýmis er mikið ábyrgðarstarf og getur verið krefjandi. Ég tel mig mjög hæfa til að gegna þessu embætti og gera það vel. Þar sem ég er mjög samviskusöm, fljót að tileinka mér nýja hluti og nokkuð góð í stærðfræði. Ég er tilbúin að leggja mig alla fram við að hugsa vel fjármuni Mýmis, gæta þess að peningarnir okkar verði nýttir í eitthvað ótrúlega skemmtilegt. Ef ég verð kosin, lofa ég að gera mitt allra besta. Einnig verði ég mjög virkur þátttakandi í stjórnarstörfum. Það eru forréttindi að fá að taka þátt í að efla félagslífi okkar með að starfa í öflugri stjórn. Ég þori, get og vil. Kjósið mig og tryggið að fjármunir félagsins verði í öruggum höndum. Takk fyrir mig. Takk fyrir þetta, Helga. Eru einhverjar spurningar? Já? Ertu góð í Excel? Ég myndi segja að ég sé góð í Excel. Mér tókst allavega að fá 10 áfangunum og gerði öll verkefnin. Fleiri spurningar? Nei? Heyrðu, ok, takk fyrir. Ég ætla að bjóða varastallara upp í pontu. Ingunni. Góða kvöldið. Hlutverk varastallara er að starfa við hlið stallara og vera honum til hals og traust í ákvarðanatöku og stjórnarstarfi. Varastallari sér ritstörf félagsins og skal setja fundi félagsstjórnar og félagsmanna og skrá í fundargerð allar samþykktir sem gerðar eru og tillögur sem kunna að koma. Hann skal í upphafi hverjar stjórnarfund lesa upp fundargerð síðasta stjórnarfundar. Hann skal sjá til þess að allar fundargerðir séu aðgengilegar meðlimum félagsstjórnar og þær séu færðar inn í minnislykil varastallara. Varastallari gegnir störfum stallari í forföllum hans. Varastallari er
áheyrnarfulltrúi nemenda í skólanefnd. Varastallari er einnig varamaður sífaranna. Og þá ætla ég að bjóða Heiðu upp í pontu. Verið margsæl og blessuð, kæru samnemendur, aðrir frambjóðendur og fráfarandi stjórn. Ég heiti Aðalheiður Sif Guðjónsdóttir og býð mig hér fram til embættis varastallara við nemendafélagi Mými. Ég tel að vera sannur heiður að fá að feta í fótspor Ingunnar, núverandi varastallara. Ég er á öðru ári félags- og hugvísindabrautar hérna við skólan og langar að leggja mitt af mörkum til að félagslíf nemenda geti áfram verið með besta mögulega hætti. Enda hefur starfsemi þess ævinlega verið skólanum til sóma. Til að svo megi verða er nauðsynlegt að talsmenn nemendafélagsins séu samstilltur og öflugur hópur einstaklinga sem vinna að krafti í þágu nemenda hérna við skólan við reglubundin verkefni félagsins. Auk þeirra sem ekki gera boð á undan sér en þarf að leysa fljótt og vel engu að síður. Skipulagshæfileikar mínir koma sér vel í slíkum verkefnum, auk hjálpsemi og greiðvikni. Ekki skemmi væntanlega að vera fljótur að skrifa og kunna til verkun við ritun fundargerða. En einmitt þess vegna ætti mitt framlag að koma félaginu og nemendunum öllum til góða. Mínar áherslur varðandi embætti varastallara lúta að því að hjálpa til við að gera nemendafélagi sem aðgengilegast. Ég hef trú á að slíkt verkefni sé best að nálgast með aktífum samskiptum, hvort sem það er í gegnum samfélagsmiðla og ekki síst með samtöl við nemendur, þannig að rödd þeirra fái að heyrast. Góð samskipti hjálpa líka til við að gera viðburði innan nemendafélagsins skemmtilegri og fjölbreyttari. Ég er sannarlega tilbúin að takast á við þau verkefni sem ég nefndi hér að framan og langar að biðja traust ykkar og stuðning þegar kemur að því að kjósa næsta varastallara við nemendafélag Menntaskólans á Laugavatni. Takk kærlega fyrir mig. Næst er það Sara. Góða kvöldi, kæra emminglingar. Ég heiti Sara Mey Sigurdóttir og býð mig fram sem varastallara. Ég býð mig ekki bara fram vegna þess að ég vil vera í þessari stjórn, heldur vegna þess að ég tel mig með fuglahæfni til þess. Ég hef mikla reynslu á stjórnarstörfum þar sem ég hef staðið í kórstjórn, verið ritvíti í Yggdrasil, meðlimur Frumunar, sem sagt nemendafélagi í grunnskóla, og verið í Ungrif og allskyns öðrum störfum. Í þessum störfum hef ég öðlast góða færni í fundagerðum, skipulagi og hópavinnu. Þannig ég tel mig fuglhæfa í þetta hlutverk sem varastalari. Ég er með besta hægri hönd sem er hægt að hugsa sér. Ég er ákveðin en sanngjörn, með æðislegt minni, mjög réttlætiskennd og mjög jákvæð, þannig ég mun vera góð í að lyfta upp staklarunum þegar þörf er og ég gæti verið með annað sjónarhorn á ákveðin málum. Ég legg mig alla fram og sýni fuglametna eins og öllu sem ég tek þátt í, þar sem ég er mjög samviskusöm. Allir sem hafa unnið með mér í stjórnum eða öðrum verkefnum geta vottað það. Ég myndi aldrei bjóða mig fram í eitthvað sem ég legg mig ekki 100% fram og ég get samfært ykkur að þið verði ekki svikin af mínum störfum fyrir ykkur. Mér þykir svo vænt Mými. Þó ég hafi ekki verið þessi stjórn áður, veit ég að án Mýmis væri þessi skóli ekki eins frábær og hann er. Mýmir hefur gert svo ótal marga æðislega hluti fyrir mig og verði ávallt þakklátt og langar að skilja einhverju tilbaka. Þegar ég kom hér fyrst í ML þorði ég ekki einu sinni að tala við minn eigin skugga. En þökk sem Mými get ég núna sagt að ég hef dansað fyrir framann allan skólan í jólasveinabúning og hef hjarkinn til að standa hér fyrir framann ykkur öll í kvöld. Það væri mikill heiður að taka þátt í þessu starfi og hjálpa að efla félagslífi í þessum skóla sem okkur öllum þykir svo vænt um. Þetta liggur djúpt í mínu hjarta og er ég þar ekki að ýkja. Ég er snillingur í flest öllu sem ég geri og er það alveg hlutlaus skoðun. Ég hef skrifað marga fundagerði, þar á meðal skrifa fundagerð með hjálp fyrrverandi varastallara. Ég hef aðeins einu sinni í lífi mínu skilað inn verkefni of seint og var það aðeins 4 mínútur. Ég skipulegg mig vel og hugsa allt fram í tímann sem eftir að nýtast ykkur öllum vel. Ég mun hlusta á alla sem vilja tjá sig hvað sé hægt að gera fyrir félagslíf okkar og mitt markmið er að aðstoða stjórnina með mínum styrklingum sem ég bý yfir og ástríðu sem ég hef að fara í stjórn. Ég gæti tala endalaust af hverju þetta starf myndi henta mér og af hverju ég þráði það svo heitt. Það er svo mikið sem ég get sett á borði og vonandi takið þið því með opnum örmum. Að lokum vil ég segja að það er ekki sjálfstæður hlutur að fá að bjóða sig fram og ég tek því hlutverki alvarlega.
Ég vona að þið treysti mér fyrir þessu hlutverki og gefi mér tækifæri til að vinna með ykkur fyrir ykkur. Takk fyrir mig. Og Viktor mátt koma upp í pontu. Kæru samnefnendur, aðrir frambjóðendur og fráfarandi stjórn. Ég heiti Viktor Helgi Eyþórsson og er að bjóða mig fram í embætti varastallara. Ég vil byrja á að þakka fyrir tækifæri að standa hér og halda þessa ræðu. Því að mínu mati er lýðræði mjög mikilvægt í skólasamfélaginu og tel ég mikilvægt að allir taki þátt, sýni ábyrgð og leggi sig að mörkum. En allavega, hlutverk varastallara er oft vanmetið en að mínu mati er þetta eitt af lykilhlutverkum nemendafélagsins. Varastallarinn starfar við hlið stallara og er honum til halds og traust í ákvarðanatöku og stjórnarstarfi. Varastallari sér að skrifa fundargerðir eins og þið kannist við en hann situr einnig í fundi, sér að allir meðlimir stjórnar vita af fundum og mikilvægum viðburðum. Hann skráir líka allar samþykktir og tillögur sem koma fram. Varastallari sér einnig að allar fundargerðir séu aðgengilegar, skipulagðar og varðveittar. Þetta þýðir í stuttu máli að varastallari sé burðarstoð í skipulagi, samfellu og ábyrgð. Ég býð mig fram vegna þess að ég tel mig hafa þá eiginleika sem þetta embætti krefst. Ég er mjög skipulagður og vil hafa sem flest í röð og reglu. Ég legg einnig áherslu að allt það sem ég geri sé gert af nákvæmni, en ég tek líka ábyrgð þegar ég bregst þess. Mér finnst gríðarlega mikilvægt að hlutir séu skráðir rétt og ákvarðanir glatist ekki og allir viti hvar þeir standi. Því gott skipulag skapar traust og gott traust leiðir að sterku og góðu nemendafélagi. Ég verð þó að viðurkenna að ég hef ekki tekið þátt í neinni opinberri stjórn sem hefur skipt einhverju gríðarlegu máli, en það mun ekki hindra mig í að nota mína hæfileika og sinna mínu starfi með dugnaði. Ég er fljótur að læra eins og vinir mínir og samnefndur geta kannski tekið undir. Þannig einhver reynsluleysi mun ekki hindra mig í að sinna starfi mínu vel. Í fyrsta lagi meðteki ég hluti gríðarlega fljótt, þannig ég mun tryggja að fundargerðir verði skýrar, vel uppsettar og aðgengilegar öllum í félagsstjórn. Ég vil jafnvel gera fundargerðir eftir félagsfundi aðgengilegar öllum meðlimum nemendafélagsins. Í öðru lagi mun ég ekki aðeins sjá að samþykktir séu skráðar heldur einnig fylgdar eftir. Og í þriðja lagi mun ég styðja stallara í öllum smærri og stærri ákvörðunum með því markmiði að gera það sem er best fyrir nemendafélagið. Ef stallari er í forföllu mun taka við hlutverkinu af ábyrgð og yfirvegun. Ekki sem staðgengill í nafni einu, heldur sem einstaklingur sem er tilbúinn að axla ábyrgð. Það gleymist líka að sem varastallari er maður áheyrnarfulltrúi, nemanda, og tel ég mikilvægt að rödd nemanda heyrst skýrt, ekki bara þegar vandamál komu upp, heldur einnig þegar hlutir ganga vel. Ég vil vera virkur sem tengilegur milli nemenda og stjórnenda skólans. Ég vil hlusta á ykkur meðlimi félagsins og koma sjónarmiðum áfram á skýran en málefnalegan hátt. Ég geri mér fulla grein fyrir því að ég get ekki lofað fullkomnu skólaumhverfi, en ég get lofað því að mæta, hlusta, vinna af heilindum og að gera mitt besta í öllum verkefnum sem mér verða falin. Ég er ekki að bjóða mig fram aðeins til að fá titil, heldur er ég að bjóða mig fram bæði því að þetta er spennandi upplifun og örugglega rosalega gaman. En ég vil fyrst og fremst bjóða upp á mína hæfileika til að styrkja nemendafélagið sem er okkur öllum svo kært. Ef þið viljið varastallara sem er skipulagður, traustur, staðfastur og tekur sínu hlutverki alvarlega, þá bið ég ykkur að veita mér traust ykkar og setja X við Viktor í varastallara. Takk fyrir mig. Takk fyrir þetta. Eru einhverjar spurningar? Nei, ok, þá bara takk fyrir og ok, já, takk fyrir. Og næst er það stallari upp í pontu og frambjóðendur með að fá að sitja hérna.
Þetta er alveg gríðarlega langur texti sem ég er með. Stallari er formaður félagsins, oddviti félagsstjórnar, fulltrúi nemenda út á við. Fannar má koma upp í pontu. Kæru samnemendur, aðrir frambjóðendur, fráfarandi stjórn og aðrir viðstaddir. Ég heiti Fannar Óli og ég býð mig fram í embætti stallara. Ég ætla að byrja á því að þakka fráfarandi stjórn fyrir velunni störf og yndislega stundir. Það hefur verið algjör heiður og algjör stemming að fá að vinna með ykkur. En ég fekk þann heiður að gegna embætti árshátíðarformanns. Ég hef mikla reynslu af stjórnarstörfum en ég hef sett mörgum ráðum og nefndum í heimabæ mínum á Hvolsvelli. Ég sat í nemendaráði í 9. bekk og var svo formaður félagsmiðstöðvarnar í 10. bekk. Ég hef þar leiðandi tvisvar sinnum farið á landsmót Samfés. Í dag er ég formaður ungmennaráðs og er í haust að byrja 4. ár mitt þar. Á næstu viku klára ég svo embætti mitt sem árshátíðarformaður og myndi ég segja að ég sé farin að þekkja störf stjórnarnar Mímis freka vel. Ég tel mig hafa sinnt starfi mínu vel sem embættismaður og hef myndað góð tengsl við skólameistara, húsbónda og einnig við ykkur samnemendur mína. Ég er samviskusamur, ég er ábyrgður, opinn og auðvelt með góð mannleg samskipti. Ég hef mikið metnað fyrir nemendafélaginu og tel mig full hæfan í að sinna embætti stallara með prýði. Ég vil þakka Sigga fyrir að draga mig í árshátíðarformann á sínum tíma því annars hefði ég ekki kjarkinn í að standa hér í dag og bjóða mig fram í þetta embætti. Í starfi stallara er margt sem þarf að huga að. Það þarf að sjá að allt gangi smurt fyrir sig, passa að allir sem er sitt upp á 10, en einnig þarf stallari að vera hress og skemmtilegur sem vill svo til að það er lítið mál fyrir mig. Ef ég verð stallari og er svo heppinn að vera stallari, ætla ég að gera mitt allra besta í að halda áfram frábærum störfum fráfarandi stallara og stjórna Mímis. Ég vil að öllum nemendum skólans líði vel og vil ég að þið vitið að þið getið alltaf komið og talað við mig allt sem ykkur dettur í hug, hvar og hvenær sem er. Hvort sem það er eitthvað persónulegt eða kíkja á mig í skemmtilegt spjall og allt þar á milli. Ég mun alltaf hlusta og reyna að hjálpa til ef þess er þörf á. Annars streyma mann margar tilfinningar segi ég, þegar maður fattar að maður sé hálfnaður með skólagöngu sína hér á Laugarvatni. Mér líður eins og það séu bara nokkrir mánuðir síðan ég steig hérna í fyrsta skiptið með hjartað í buxunum og skottaði á milli labbana. Það er víst eitthvað til í setningunni time flies when you're having fun, eins og maður sagði. En ég er verulega feginn og stoltur að standa hér í dag og reyna að sækja að vera stallarinn ykkar, stallari Menntaskólans á Laugarvatni. Já, ég heiti Fannar, sonur Gréta Óla og ég býð mig fram í þetta embætti. Því það er engin annar í þessum skóla betri til að vera þinn stallari. Takk fyrir mig. Ég ætla að bjóða Mörtu upp í pontu. Góða kvöldi, kæru vinir, samnemendur, aðrir frambjóðendur og fráfarandi stjórn. Ég heiti Sigurbjörg Marta Baldsdóttir og ég er á öðru ári náttúru vísindabraut. Ég er að bjóða mig fram í embætti stallara. Ég vil byrja á því að þakka fráfarandi stjórn fyrir velunnin störf. Embætti stallarans hefur alltaf vakið áhuga hjá mér síðan ég kom í skólan. Sérstaklega eftir kosningar í fyrra þar sem ég bauð mig fram í árshátíðarformann. Ég var auðvitað svekkt yfir því að hafa ekki komist inn en á sama tíma fannst mér það í lagi. Ég fór svo því fljótlega að kynna mér því betur hlutverk stallara og hef hugsað mikið út í það embætti. Ég tel mig vera mjög undirbúna fyrir það starf. Það er einnig hvetjandi að hafa fylgst með því að fráfarandi stallari hafi ekki setið í stjórn áður en hann hefði sinnt því starfi mjög vel. Þegar við mættum hingað fyrsta daginn okkar sem nýnemar tók stjórnin vel á móti okkur og bauð okkur velkomin í hópinn. Þarna sá ég fyrst að mig langaði að vera partur af þessum hópi einn daginn. Núna er ég aðeins meira en hálfnuð með skólagönguna mína hérna í ML og veit nokkurn veginn hvernig hlutinni ganga fyrir sig. Mér finnst ég vera tilbúin að gegna hlutverki stallarans og vera þannig rödd nemenda hér í skólanum og passa öllum liði vel. Ég hef fengið mikla hvatningu frá bæði vinum og fjölskyldu að bjóða mig fram í stallarann.
Mér finnst ég vera tilbúin að ganga í hlutverk stallara þar sem ég hef ákveðna reynslu á baki sem ég tel að mun nýtast mér vel. Ég sat í nemendaráði í grunnskólanum hans í Hveragerði og var einnig valin í ungmennaráð. Ég hef einnig reynslu að koma fram og finnst mér það ekki leiðilegt. Ég hef mikla trú á sjálfur mér og ég geti orðið ykkur nemendum til sóma og hlustað á ykkur. Seinustu vikur hafa verið mjög skemmtilegar þar sem ég fór að spjall við fráfarandi stallara til að fá meiri innsýn inn í hlutverkið. Embættið var miklu stærra en ég gerði mig grein fyrir áður en ég kynnti mér það almennilega. Í rauninni var ég meira spenntur hlutverki stallara þar sem það getur verið krefjandi á köflum. Ég er mjög hrifin af áskorunum og ég fá tækifæri til að spreyta mig á verkefnum. Ég tel mig vera full hæfa að ganga í starf stallara þar sem ég er metnaðarfull, traust, ábyrg, samviskusöm, skipulögð og gott með það að hafa yfirsýn á hlutum. Mér þykir vænt skólan okkar og fólkið. Það sem ég vil mest að fólkum líði vel. Ég vil að fólk viti að ég er alltaf opin fyrir spjall og það er hægt að treysta á mig. Ef ég verð kosin getið þið treyst á að ég muni leggja mig alla fram við að halda uppi góðu starfi eins og fráfarandi stallari hefur gert. Það væri mikill heiður að fá að taka við af henni Lilju sem unnið framúrskarandi störf. Takk fyrir mig. Takk kærlega fyrir þetta. Eru einhverjar spurningar? Hvað ætlaði að gera ef þið vinnið? Fannar, þú mátt að vera fyrstur. Ég ætla bara vera fyrirmyndastallari og fagna vel og standa mig bara með prýði. Takk. Það mun vera mjög mikið heiður að fá að taka við að vera stallari og ég mun bara fagna og bara passa öllum líði vel alltaf og alltaf hlusta á einhver nemendur og já, berjast fyrir þessum þið viljið. Fleiri spurningar? Ok, nei, allt er góð. En núna byrja þá meðmæli og þið getið rétt upp hönd ef þið viljið koma upp í pontu og mæla með einhverjum. Ég held að Halli var fyrstur, hann má koma. Takk fyrir, klappa fyrir þeim aftur. Komið sæl, ég ætla nú að halda þetta stutt. Ég ætla að biðja þig að mæla með honum Gunngeir. Gunngeir, hann er gammal félagi, ég þekkt hann bara liggur við þá ég hef þekkt sjálfa mig. Góður drengur, komin að góðu fólki og hann mun sinna þessu með prýði. Ég get svona nánast staðfest það. Já, ég ætla líka að mæla með Allani og Baltasari íþróttaformenn. Þetta eru líka tveir drengir sem ég hef þekkt mjög lengi, bara náttúrulega kveðgeningar. Stoltir kveðgeningar allir fyrir þetta. Og já, að lokum ætla ég líka að mæla með Vésteini og Þorsteini í skemmtilegðarformenn. Ég efast alls ekki það að þeir mun að gera þetta stað vel. Við erum með meðmæli núna. Nei, já, Baldur, þú varst fyrstur. Þú maður koma upp í pontu. Góða kvöldi. Ég ætla að byrja á því að mæla með Stefáni Gunngeiri, besta vinur mínum og já, bara besta vinur mínum. En ég þekkti hann bara síðan fyrsta bekk og ég get alveg vátsað fyrir hann að þetta er toppmaður og ég hef fulla trú á honum fyrir þessu. Svo ætla ég að líka mæla með Vésteini og Steina þar sem ég treysti þeim fullkomlega fyrir þessu og já, bara mikið traust á þeim.
og Mettu í ritnefnd, mér finnst hún æðisleg og fullur trú henni og líka bara öllum öðrum frambjóðendum sem þarna því ég held að allir séu bara geggjaðir. Það eru allir vinir mínir, ég ætla bara að mæla með öllum, ég veit ekki, en sérstaklega þessum. Ég held að var hann Baldur. Já, komið sæl, mér langar að mæla með Fannar Óla. Við höfum þekkst lengi og hann gull af manni og myndi standa sig frábærlega í þessu. Viðja og Ólöf voru næstar. Ég vil mæla með Söru og Möggu út af því að ég treysti þau bara fullkomlega í þetta embætti og ég þekki þær mjög vel og þær eru mjög skemmtilegar. Og mér langar að mæla með Mörtu af því hún hefur sýnt þessu embætti mikinn áhuga og ég treysti henni fyrir þessu og síðan langaði mig líka að mæla með Önnu og Guðjóni af því að ég held að ég muni setja upp mjög flott leikrit og þau eru mjög gott dúó og ég held að ég muni gera þetta mjög vel. Karolína og Elisabeth. Hæ, ég ætla bara að mæla með Söru Must í varastallara. Ég er búin að þekkja hana síðan bara fyrsta daginn hérna á Laugarvatni og við höfum unnið saman svona Skriljón hópverkefni og hún hefur bara alltaf standið svo ógeðslega vel. Já, hún er bara ógeðslega dugleg og geggjuð. Ég vil líka mæla með henni Söru Must. Ég hef unnið með henni oft í þýsku verkefnum. Við erum saman í þýsku og ég get alveg sagt það að þegar við erum saman þá er hún alltaf með sín loforð alveg á hreinu og stundum þá kannski höfum við tvö öðruvísi sjónarhorn en hún er mjög góð í að sannfæra mann í oft rétta eða öfugt en oftast er það hún að sannfæra mig. Mér þykir mjög vænt um hana og ég vona að hún fær starfið í varastallara. Ég ætlaði síðan líka að mæla með Ami í við og markaðsformann. Hún er bara með ógeðslega flotta myndir og það er ekkert eða margar myndir af mér sem að ég elska því að hún tók þær. Og hún er líka bara ógeðslega dugleg og ég elska hana ógeðslega mikið. Ég elska ykkur báðar. Gangi vel! Heyrðu, ok, þessum sem langar að fá að koma upp í pontið megi koma bara í röð. Hérna. En við megum ekki vera þessu allt kvöld, þannig að það verður hámark. Nei, lágmark. Lágmark. Hvað gerast fyrstu 4 fór sæti. Heyrðu, bara fyrstu upp í pontið eða eitthvað. Já, ok, gjör svo vel. Góða kvöldi. Ég ætla að fá að mæla með Söru, Nadíu og Margrét Ósk. Ég eyði mikið af tímanum mínum með þeim og sé hvað þær eru búin að vinna hart fyrir þessu. Eru mjög duglegar. Og síðan ætla ég að mæla með vinkonum minni Mörtu. Gott kvöld aftur. Mér langaði þess að mæla með góðum vinum mínum, þeim Þórdísi og Arnaldi. Þetta er smá svona, ég ætla ekki að segja smá ástæðu. Ég hef bara þekkt Arnald allt mitt líf, bara frá því við vorum hjá dagmömmu saman. Þannig að ég get alveg sagt að ég þekki hann pínu bara eins og bróðir. Og það sem við höfum svona lært í gegnum lífi pínu er það mjög mikilvægt að ræða hluti og svona, ég veit ekki, bara færa rök og svona og mér finnst hann alveg sérlega góður í því og ég held að myndi gegnast honum vel í þessu embætti. Svo kom ég hingað á Laugarvatn og kynntist henni Þórdísi, herbergisfélaga mínum
og þykir rosa vænt hana og hún var hérna í framboði í sama embætti í fyrra og ég veit að hún var alveg svolítið sár að komast ekki í það því hún lagði mikinn metnað í það með aðalliðið þegar þær voru að bjóða sig fram. En ég veit samt líka að hún búin að nota tíma núna og heldur betur tilbúin í embættið sem hún að bjóða sig fram í núna. Takk. Já, hæ, ég ætla að mæla með Þórdísi og Arnaldi, ég breytist skólaráðsfulltrúa því ég búin að fá að vinna með honum Arnaldi í stjórn Yggdrasils og hann var bara langbesti hálfviti sem einhver geti beðið og síðan ætla ég að mæla með henni Söru með stífarastallara því hún var líka frábær í Yggdrasil líka. Já, bara yndisfólk. Já, ég ætla að fá að, hvað segir maður? Mæla með Gauja og Önnu. Ég er búin að þekkja Önnu í smá tíma og hún kynntist henni vel í gegnum Daniel sem var með mér í þessu embætti akkurat árstöðuformann og ég treysti þeim fullkomlega. Ég vil líka mæla með Þórdísi og Arnaldi út af því að ég fer oft í negli til Þórdísar og það skemmtilegast sem ég geri bara að spjalla við hana og ég veit hún traust og Arnaldur ofta þarna og það ógeðslega gaman með þeim. Ég vil líka mæla með Fannari sem að tók við af embættinu. Ég veit að hann vel traustur og ég myndi treysta hann með allt. Þannig að já. Mér langar að mæla með Sigurbjörgu Mörtu. Hún rosalega skipulögð og metnaðarfull stelpa. Ég hef unnið með henni í ótal mörgum verkefnum og hún sýnir þeim alltaf metnað og rosalega dugleg bara. Svo langar mér líka að mæla með Aðalheiði. Hún mjög skipulögð, dugleg og ég myndi treysta henni fyrir öllu. Svo ætla ég líka að mæla með Gauja og Önnu í árstíðaformenn. Eins og kannski sem við vita þá Gauji litli frændi minn, þekkt hann alla mína ævi bara. Og hann rosalega duglegur og ógeðslega hæfileikaríkur. Mjög listrænn og ég hef fulla trú á honum í þessu. Ég hef ekki þekkt Önnu lengi en hún gefur rosalega gott svona vibe. Og ég hef bara mjög mikla trú á þessu dúi. Takk fyrir. Ég vil mæla með honum Stefán Gungeri. Ég hef búinn að þekkja hann síðan ég man eftir mér, bara síðan við vorum litlir drengir í leikskóla. Þetta líklegast einn skemmtilegasti maður sem ég hef kynnst. Og ef einhver fæddur í þetta starf, þá það hann Stefán Gunger. Takk fyrir mig. Ég ætla að mæla með bróður mínum og góða vinum mínum, Baltasari. Ég hef þekkt þá báða mjög lengi. Ég var Baltasar saman á dagmömmu og ég veit að þeir tveir eru yndislegir og þeir muna starfa embættið mjög vel. Takk. Ég ætla að fá að mæla með systur Nettu. Eins og þið vitið þá ég búinn að þekkja hana allt mitt líf og bara alveg síðan ég var lítill strákur þá hún búinn að vera að korrekta svona stafsetningavillur hjá mér og rosalega góð í að skrifa og hefur skrifað mjög skemmtilegar smásögur. Takk fyrir. Hæ. Mér langar að mæla með Þórdísi og Arnaldi og svo langar mér líka að mæla með honum Viktor Helga, hann geggjaður, og Fannari og Gungeri. Takk. Góð kvöld. Ég vildi bara mæla með Valgeri og Kristjáni. Ég hef ekki þekkt á lengi en á þessum litla tíma sem ég þekkt á hafa þeir alltaf skilað sínu og ég treysti þeim fullkomlega fyrir þessu embætti og veit að þeir muni bara gera allt sem þeir geta til að sinna þessu starfi vel. Takk fyrir mig. Hæ. Ég heiti Ingvar og smá stressaður. En ég ætla að bjóða, nei.
Ég ætla að mæla með Vésteini og Steina mínum sem ég sakna svo innilega. En já, þeir eru báðir mjög skemmtilegir og þykir voða vænt þá. Og ég mæli líka með Gunngeiri, stemningsmaður, ógeðslega góður að tromma. Og já, það eru fleiri. Er þetta börn sem er að bjóða sig fram? Já, ég hef bara held með ykkur öllum. Já. Nei, ég held ég ætla að sleppa þig. En hérna, svo ætla ég líka að mæla með Auði. Hún er litla systir besta vina míns. Og ég held að hún muni standa sig mjög vel. Takk fyrir mig. Ég ætla að fá að mæla með henni Helgu Dögg. Hún er ógeðslega metnaðarfull og klár og ég treysti henni bara með öllu. Og Vésteinn og Steina. Þeir eru miðduglegir, metnaðarfullir og Gunngeir og Arnaldi og Þórdísi. Ég ætla að mæla með henni Heiðu. Ég treysti henni mjög vel. Ég treysti henni mjög vel fyrir að vera varastallari. Síðan ætla ég líka að mæla með Vésteinn og Steina. Takk fyrir. Herðu, ég ætla að byrja á því að mæla með Allani á Hólm og Baltasari Smárarsyni. Þetta eru toppnáungar og flottir íþróttamenn. Ég hef mikla trú á þeim. Svo ætla ég að mæla með Söru Nadiu og Margrét Ósk og ég tala af reynslu þegar ég segi að Sara Nadia er mjög ákveðin og getur staðið sér vel í þessu og örugglega nær henni Margréti með sér. Ég var mjög ákveðin. Já, svo ætla ég líka að mæla með góðu vinum mínum Vésteini og Þorsteini Bergmann Heiðarsyni, algjör stemningsmenn og mun örugglega standa sig mjög vel í þessu embætti. Takk fyrir mig. Mér langar að mæla með henni Heiðu. Ég veit bara að hún gerir þetta ótrúlega vel og hún er ótrúlega metnaðarfull og hún er búin að vera mjög spennt fyrir þessu og henni langar þetta mjög mikið. Þannig já, takk. Mér langar að mæla með Söru Mist. Hún er bara ógeðslega metnaðarfull og geggjuð, hún er ógeðslega góð vinkona og það er ógeðslega létt að tala við hana. Og hún er ógeðslega skipuleg og getur verið svona aðeins skipuleg. En já, og svo langar mér líka að mæla með Heiðu af því hún er líka bara geggjuð og þær eru bara geggjaðar. Og mér langar að mæla með Þórdísi, Arnaldi, Mettu, Helgu, Söru og Möggu og bara öllum. Ég held að þetta sé bara búið með meðmælinn og já, ég mæli með Reyni. Þá held ég að ég eigi ekki að segja neitt meira. Ég meina kannski bara ölsölu frammi, eða þið vilja eitthvað. Ó já, frambjóðendur, ég minna á áráður og allir að vera komið niður fyrir klukkan 12 í kvöld. Og já, þannig að bara takk. Á við Instagram líka. Já, á við Instagram líka, þannig að takk fyrir Rauðkál 2026.